Já, Rúnar, 3-2 sigur, komist 3-0 undir, en svo gáðu aðeins eftir þarna í lokin. Já, ég var mjög ánægður með fyrri hálfleikinn. Gott spil og gekk vel það sem við lögðum upp með fyrir leikinn. Og það sem við búin að leggja áherslu á, að reyna að spila svolítið út frá vörn og það gekk mjög vel, ég var mjög ánægður með það. Og fín 3 mörk. Og síðan fáum við frekar ódýr mörk á okkur. Þá sitja svolítið pressa á okkur og það varst með ekki leysa það nógu vel. Og við löndum þessu. Frammistaðan var ágætt í fyrri hálfleik og alveg, já, kannski kortið 20 mínútur í seinni og gekk okkur vel og höfðum því ekki yfirbyrgð á vellinum, fannst mér. Og síðan kannski hrinur þetta svona óþarflega mikið í lokin. En þið eigið ennþá vonum að komast í úrslitaleikinn, þurfa að treysta á IBVF vinnu Hauka. Það nú skemmtilegt krydd að fá alvöruleik, úrslitaleik. Já, það satt. Við bara sjá hvað gerist í þeim leik. Já, það verður gaman. Þið ráðum engum það hvað gerist það? Við ráðum engum það. Við klúðrum við leik daginn og þannig að við verðum bara stóla aðri í því. Tveir Danir sem að leikum með ykkur, varst ekki ánægð með það? Jú, það er svona nokkru leyti. Ánægð með kantmaðurinn sem við fórum að skoða í dag. Kemur svolítið víti í þetta og mjög ánægð með hann. En við sjáum hvað gerist nú. Varst það ekki eins hrifinn af hafsendnum? Hann hefur alveg, eins og ég sagði daginn í viðtali, margar kosti og hann náttúrulega svolítið seinn í hreyfingum og annað slíkt og það eitthvað sem ég á áhyggjur af og svona staðsetningar. Svo við verðum aðeins að meta það. Hvernig annars svona er staðan á hópnum núna? Staðan bara tiltölulega fín og það náttúrulega einhver svona smá meiðsli og annað slíkt núna og vantar náttúrulega alla miðjumennina okkar í hópinn í dag. Veigar að spila miðju núna ásamt Heiðari, ungu dreng. Og það mjög langt síðan að Veigar spilaði að miðjunni á sínu ferli. Þannig að það gekk nú mjög vel í fyrri hálfleik, hann vel spilandi og þannig að annars hópurinn mótaður. Við erum að reyna að fá að lenda þessum útlendingum. Þannig að við sjáum hvað gerist næstu vikum í þeim efnum. Veigar skoraði þarna fyrsta markið, hann í fínu formi? Já, Veigar í mjög góða formi og keyrir sig mikið út og svona óvenju mikið hlaup á honum í dag og það gekk bara mjög vel hjá honum. Og færð ótrúlega mikið spil í gegnum miðjuna þegar hann á miðjunni og það var það sem hún leit af, það var mjög flott. Gæti kannski spilað eitthvað á miðjunni í sumar? Já, það alveg issue og getur verið alveg möguleiki en við erum með sterkar miðjumenn þarna fyrir og við erum náttúrulega upplæðið kannski fremstur á miðjunni eða frammi í okkar systemi en það fínt að eiga hann inni þar.